Góðan daginn, við erum hingað komin saman til að kveðja hinstu kveðju Karen Jónsdóttur frá Ormsstöðum. Ég votta ykkur sem hér eruð í dag mínar innilegustu samúðarkveðjur þegar við felum Karen og okkur öll í Guðs hendur á þessari stundu sorgar og saknaðar sem er líka stund fallegra og góðra minningar. Og fyrir allar þær erum við þakklátt og við byggjum Guð að blessa þær. Við segjum okkur og segjum í nafni Guðs, Föður, Sonar og Heilags Anda. Amen. Og byggjum saman vertu nú yfir og allt kring með eilífri blessun þinni, sitji Guðs englar saman í hring, sænginni yfir minni. Amen. Þetta var uppáhaldslagið hennar ömmu, en þeir sem hafa spilað og sungið með henni vita að hún hefði aldrei nennt að spila þetta svona hægt, sko. Þannig að við ætlum að spila þetta aftur og biðjum alla að syngja með.
er úr 121. Davíðssálmi og það er sálmur sem talar sterkt til okkar sem eigum rætur á þessu svæði og mótumst af fallegri náttúru og styrk fjallana á vötnunum og náttúrunnar allar sem við höfum fyrir augum. Og það hljómar svona. Ég hef augum mín til fjallana, hvaðan kemur mér hjálp. Hjálp mín kemur frá Drottni, skapara himins og jarðar. Hann mun ekki láta fót þinn skriðna, vörður þinn blundar ekki. Nei, hann blundar ekki, hann sefur ekki, vörður Ísraels. Drottinn er vörður þinn, Drottinn skýlir þér, hann er þér til hægri handar. Daga mun sólarhitinn ekki vinna þér mein, né heldur tunglið nætur. Drottinn mun vernda þig fyrir öllu illu, hann mun vernda sál þína. Drottinn mun varðveita útgöngu þína og inngöngu héðan í frá og að eilífu. Amen. Við heyrum hérna guðspjall sem stendur í Markúsar guðspjalli. Það hljóðar svo í Jesú nafni rís á fætur undir því. Þá hvíldardagurinn var liðinn. Þá keyptu þær Maríu Magdalena
Jakobs og Salome ilmsmyrsl til að fara og smyrja hann. Og mjög ákveðinn fyrsta dag vikunar sólarupprás komu þær að gröfinni. Þær sögðu sín á milli: hver mun velta fyrir okkur steininum frá grafarmunninum? Og þegar þær líta upp sjá þær að steininum hafði verið velt frá, en hann var mjög stór. Þær stíga inn í gröfina og sjá ungan mann setja hægra megin, klæddan hvítri skikkju, og þær skelftust. En hann sagði við þær: skelfist eigi. Þið leitið að Jesú frá Nasaret, hinum krossfesta. Hann upprisinn, hann ekki hér. Sjáið þarna staðinn sem þeir lögðu hann. Og þannig hljóðar hið heilaga Guðspjall, og sæl erum við þegar við heyrum Guðs orð og varðveitum það. Á þessum yndislega vordegi þegar við komum saman hér í Selfosskirkju er náttúran öll að vakna og komast á skrið. Hvítasunnan framundan og svo þessi bjartasti tími ársins á okkar kalda og töff landi. Og í þeirri vissu að birtan bíði okkar, þá er gott að koma saman til að heiðra minningu og þakka fyrir líf Karenar sem við kveðjum í dag. Við dveljum ennþá í náðarbirtu páskanna og hvílum í þeirri trú
sem Guðspjallið miðlar okkur, að Kristur upprisinn og við þurfum ekki að skelfast. Við hittumst hér fyrir allt of stuttu síðan þegar við kvöddum Tomma, manninn hennar Karínar, rétt fyrir jól. Þá hófst nýr kafli í lífi hennar sem hefði mátt vera svo miklu lengri, því hún átti svo mikið eftir til að gefa fjölskyldu og vinum. Karen Jónsdóttir fæddist á Korpúlfsstöðum 15. maí á lýðveldisárinu 1944. Hún hefði því orðið 82 ára í síðustu viku, en hún lést á Landspítalanum í Fossvogi þann 22. apríl síðastliðinn, eftir nokkuð óvænt og stutt veikindi. Móðir Karínar var Sigrún Sveinsdóttir, meðferðarfulltrúi sem fæddist í Reykjavík, en Sigrún lést árið 2004. Faðir Karínar var Jón Jósteinsson, fæddur á Bollastöðum í Hraungerðishreppi. Hann var vélamaður hjá Reykjavíkurborg og hann dó árið 2011. Karen var næst elst 6 systkina. Elstur var Sveinn Agnar, hann lést nokkurra mánaða gamall. Yngri en Karen eru þau Sveinn, Sólmundur, Guðni og Drífa Björk. Karen ólst upp í Reykjavík og gat sameinað að líta alltaf á sig sem Reykvíking í hjarta sínu, leið og var svo mikil sveitakona. Hún sótti mikið í sveitina og í dýrin. Snemma fór hún að vera í sveit á sumrin hjá Gísla frænda sínum á Vindási í Landsveit, þar sem hún upplifði gamla búskaparhættin með hrossunum. Svo var hún nokkur sumur í Skaftholti í Gnúpverjahreppi og þar eignast hún þá 16 ára gömul sinn fyrsta hest, merfolandið Irpu frá Bakkakoti, og Irpa var miklu uppáhaldi alla tíð. Á veturna í bænum þá sótti Karen líka alltaf hesthúsin í borgarlandinu og var alveg sátt við það að fá að moka undan og kempa. Á þessum árum eignaðist Karen líka sinn fyrsta gítar sem átti eftir að gefa mikla gleði í söng og spili. Og Karen sópaði að sér fólki sem gleðst yfir söng og leik. Var alltaf mikið sungið í kringum Karen og þar naut hún sín svo munaði. Karen átti líka marga hæfileika á sviði listsköpunar og teiknaði frá unga aldri og síðan endurnýjaðist sá áhugi. Hún fór á seinni árum að vinna með olíuliti og sótti sér fræðslu og þjálfun í því. Karen eignaðist 2 dætur, sú eldri Sigurdís Edda Jóhannsdóttir, hennar maður Gunnar Þorgeirsson og eiga þau 3 börn, Héðinn Þór, sem kvæntur Ragnheiði Guðnýju Magnúsdóttur, og þau eru Hlyn, Eir Helga, Frey og Björgvin Gunnar, og Ragnhildur Ír sem á Heiðu og Ásbjörn Ask, hennar sambýlismaður Benedikt Axelsson. Yngst Freydís, hennar börn eru Úlfur Myrkvi, Kodrun Andrei, Axel Kristján og Viktoría Karen. Sambýlismaður Freydísar Andrei Nastase. Edda og Gunnar stofnuðu og reka garðyrkjustöðina Ártanga, sem staðsett út úr Ormsstaðajörðinni og umfangsmikil ræktunarstöð. Yngri dóttir Karínar Guðný Tómasdóttir. Hennar maður Jón Þorkell Jóhannsson og þau eiga 4 börn, Hörpu Rós, Thelmu Rut, hverra sambýlismaður Ólafur Konráðsson, Kötlu Rún
og Viðar Gauta og þau eru búsett á Ormstöðum. Hestamennskan og hinar tíðu heimsóknir í hesthúsahverfið Stanleyville urðu mikil áhrifavaldur í lífi Karenar. Því í kringum það kynntist hún eiginmanni sínum, Tómasi Jóni Brandssyni, og eftir það var ekki aftur snúið. Karen og Tommi, eins og hann var alltaf kallaður, gengu í hjónaband á sumardaginn 1. árið 1968 og gekk Tommi upp frá því Eddu í föðurstað. Tommi og Karen festu fljótlega eftir brúðkaup sitt kaup á jörðinni Votmúla utan við Selfoss og hófu þar búskap sinn með hesta, kindur, kýr, 1 svín og 1 geit. Þar bjuggu þau í 2 ár og það rigndi allan tíma, segir Karen. Það var stutt stopp eftir það í Reykjavík, en fljótlega fundu þau Ormsstaði og fluttu þangað árið 1971. Á Ormstöðum bjuggu Karen og Tommi 1. áratuginn með kýr og kindur, en síðan ráku þau svínabú sem enn starfandi í dag. Þannig að þessi borgarbörn sem völdu sér sveitina sem lífs- og starfsvettvang hafa sannarlega sett mark sitt á jörðina og staðinn sem hefur verið myndarlega uppbyggður og á framtíðina fyrir sér. Eins og áður segir þá lést Tommi í desember síðastliðnum og var kvaddur hér í kirkjunni á aðvendunni. Þau urðu því ekki lengi aðskilin hjónin. En tónlistin fylgdi Karen alla tíð og hún þjónaði listagyðjunni af sannri köllum og djúpri gleði. Kringum hana mynduðust sönghópar. Hér má nefna söngdúfurnar og vini Rósarinnar. Og þegar fjölskyldan safnaðist saman þá var það hún sem hélt uppi söng, spili og gleði. Karen var veislukona og fór létt með að halda uppi stuði heilu og hálfu kvöldin. Sungið var í dúr og moll og helst ekki í sama lagi tvisvar. Það veitti henni gleði þegar yngri kynslóðin, Héðinn og Hlynur, sonur hans, byrjuðu að spila með henni á gítar. Það því sérlega vel við hæfi hvað falleg tónlist setur mark sitt á þessa kveðjustund í dag. Og það áberandi hvað söngurinn og tónlistin skipar stórt rými hjá þeim sem þekktu og minnast vegferðarinnar með Karen. Og með leyfi fæ ég að vitna í orð í minningargrein frá í dag sem segir hreinlega: það lifnar yfir englakórnum í sumarlandinu þegar Karen mætir með gítar. Og veistlurnar hjá Karen voru frægar því hún hafði gaman að gefa mikið og gott að borða. Hún naut sín í gleðskap með góðu fólki og var hreinlega mikil partískvísa sem vildi ekki missa af góðum gleðskap. Og Karen mat fegurðina mikils í eigin fari og í umhverfi sínu. Hún saumaði og prjónaði listafagrar peysur sem fjölskyldan naut góðs af og gætti þess að vera sjálf besta útgáfan af sjálfu sér og hugsaði útlitið. Hún var dugleg að hreyfa sig og stunda líkamsrækt til að halda heilsu og sjálfstæði og hafði gleði af að kaupa falleg föt og klæða sig smart. Hún hélt fallegan garð og hlúði að fjölda blóma innan hús. Og hluti af hennar sjálfstæði var að fylgjast vel með tækni framförum og setja sig inn í það hvað var að gerast á því sviði. Keypti sér til að mynda Tesla fyrir nokkrum árum og uppfyllti þannig eigin tæknidellu
Hún fylgdist líka vel með íþróttum og missti helst ekki af landsleikjum í fótbolta eða handbolta eða stórmótum í frjálsum íþróttum. Og ferðalög gáfu henni líka gleði og voru margar góðar ferðir farnar með vinafólki og eins fóru þau Tommi í ferðir saman. Öll dýr áttu öruggan stað í hjarta Karenar og hún vildi gera þeim gott. Hún gaf fuglunum í garðinum á hverjum degi og átti alltaf gæludýr og síðast það kisan Vanilópa sem var góður félagi síðustu árin, sérstaklega í veikindum Tomma og þegar hann féll frá. Karen tók alla tíð mikinn þátt í kórastarfi og var við einilög ef hún komst ekki í kór. Síðast söng hún með kór eldri borgara í uppsveitum Árnessýslu sem heitir Tvennir tímar og félagar hennar þar senda innilega samúðarkveðjur til fjölskyldunar og þakka fyrir allan sönginn og gleðina sem Karen fylgdi. Hingað hafa borist kveðjur sem ljúft og skylt að flytja. Didda, Sveindís og Svala senda kveðjur að norðan. Þeir votta samúð til fjölskyldunar, þakka fyrir áratuga vináttu og vilja að þið vitið að hugur þeirra hjá ykkur. Það gengin dugleg, glaðlynd, söngelsk, ákveðin kona og fylgin sér, traustur vinur og ættrækin, hrein og bein, sem setti svip á umhverfið sitt með lífs, gleði og fegurðar smekk. Hennar verður sárt saknað. Guð blessi minningu Karenar og huggi þau sem syrgja og sakna. Dýrð sé Guði Föður, Syni og heilugum Anda. Amen. Við sameinumst í bæn en þökkum þér almáttugi Guð fyrir sérhverja góða gjöf
gjöf í þessu lífi og fyrir von til eilífs lífs sem þú hefur endurfætt oss til fyrir upprisu Jesú Krists frá dauðum. Lít í náð til Karenar sem þú hefur kallað til hvíldar þinnar. Ver okkur öllum náðugur og miskunnsamur í lífi og dauða. Varðveit okkur í trúni á þig, að við megum ásamt þeim sem þú hefur endurleyst, lofa þig og vegsama að eilífu. Amen. Við megum sameinast í bæninni sem Drottinn kenndi okkur og við biðjum hvert með öðrum og hvert fyrir öðrum. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomi þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss vorar skuldir, svo sem vér og fyrirgefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illum. Því að þitt ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Sá sem trúir á mig mun lifa þótt hann deyi.
Af jörðu ertu komin, að jörðu skaltu verða og af jörðu skaltu aftur upprísa. Veit henni Drottinn þína eilífu hvíld og lát þitt eilífa ljós lýsa henni. Hún hvíli í þínum friði. Amen. Við verðum standa áfram og syngja saman sálminn Nú legg ég augun aftur. Drottinn blessi þig og varðveiti þig. Drottinn láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þig náðugur. Drottinn upplyfti sínu augliti yfir þig og gefi þér sinn frið. Amen. Í Jesú nafni. Amen. Núna á eftir þegar við göngum út, þá mun kistan standa hér fyrir framan kirkjudyrnar og við megum signa yfir og kveðja þannig. Takk fyrir ykkur. Takk fyrir frábær tónlist, öll sem gerði þessa stund svona fallega. Guð blessi ykkur.